þá svona náttúrulega komið til móts við fólks með því að vera ekki að borða Ramadan og vera einhvern veginn að passa upp á það sé ekki verið að vera með einhvers konar veisluhöld þegar að Ramadan til þess að þetta koma til móts við hópa. Síðan þetta orðin bænaköll í moskum og það ekki bara fallegt, ég meina hversu mikið truflar það í raun. Kröfur dýrahald eins og hunda, þú veist vel að þetta menningarlega frábrugðið, þannig að þarf ekki bara einhvern veginn að vera að passa upp á það að vera ekki með hundinn á tilteknum stöðum, getur ekki bara sýnt umburðarlyndi. Svo koma kannski sharia dómstólar, þeir hafa nú ekkert lagalegt vægi, þannig að við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af því þó svo það sé einhvers konar svona innandeilum mál sem eru leyst á þeim vettvangi. Þeir hafa ekkert lagalegt vægi, þannig að þú þarft ekkert að hafa áhyggjur af því, þetta ekki hegningalög, þess vegna þarf ekkert einhvern veginn að vera að gagnrýna þetta. Gagnrýni, þú þarft náttúrulega bara að passa þig, skilurðu, að vera ekki að gagnrýna islam, til hvers þarft að vera að gera það augljóslega ýta undir hatur, þannig að þú verður einhvern veginn að halda þig út fyrir það að vera að gagnrýna islam. Það getur líka bara verið hættulegt, þú ert að kynda undir andúð gagnvart þessum hópum, getur skapað núning á milli hópa og fleira, frelsi þitt ríkara heldur en frelsi annar til að móðgast. Síðan koma kröfur það að gagnrýna ekki klæðaburð þeirra sem að vilja ganga í búrku eða með slæðu. Svo kemur upp náttúrulega bara grooming gangs eins og í Bretlandi, þar sem reynt að hilma yfir, jafnvel af þeim sem að að tala mest það að uppræta kynferðislegt ofbeldi. Og það afgreitt sem þetta nú ekki sérstakt vandamál út af því að það náttúrulega hvítir Bretar sem að nauðga líka. Og þetta alltaf þessi svona skref fyrir skref. Þar sem að kemur einhvern veginn út og við þurfum ekki að vera með neinar kröfur á þessa einstaklinga út af því að við eigum að vera að koma til móts. Við eigum að vera aðlaga okkur að því að það núna búum við í fjölbreyttu samfélagi. Við búum við rosa fjölbreytileika sem bara frábær og það algerlega bannað að tala hann í nokkru öðru samhengi. En þessar kröfur alger einstefnugata. Það ekki neitt talað það að neitt þurfa að aðlaga sig að íslenskum gildum. Nei, Íslendingar eiga að aðlaga sig að nýjum veruleika sem fjölmenningarsamfélag sem bara gott og ekki við höfum ekki verið með neinar athugasemdir við það. Hins vegar það fólk sem kemur hingað, við höfum ekki að vera að gera kröfur á það út af því að það búið að vera að upplifa heiminn á svo vondan máta að það væri í rauninni bara ákveðin, svona allt og lítil mannúð í því að vera að gera kröfur á aðra. Jú, við getum gert einhverja svona sérkennilega bæklinga til þess einhvern veginn að reyna að friðþægja okkur, en menningarlega að þá meðvirkni the only game in town. Við þurfum bara einhvern veginn að vera nægilega meðvirk og þá einhvern veginn kemur þetta allt til með að blessast. Aðlögunin alfarið á herðum þeirra sem að fyrir voru. Og þeir þurfa að gjöra svo vel að koma til móts við kröfur þeirra sem að koma. Þetta heitir inngilding, þetta heitir að koma til móts við hópa, að bjóða velkomin. Og svo náttúrulega þegar að þetta fer allt í bál og branda þá einmitt vandinn sá að þeir sem að fyrir voru ekki nægilega duglegir í því að bjóða velkomin. Þannig að það skrifast glæpir sem að eiga sér stað að hálfu þeirra sem að koma frá mjög frábrugðum menningarheimum. Þeir glæpir skrifast líka á innlendu aðilana. Þannig að þetta þetta all-inclusive pakki þar sem að þú farið að vita það að þetta allt þér að kenna.